Já, Rúnar, þið mættu upp á Skaga og tóku stigin 3 og kannski góðu fyrri hálfleikur, ekkert svo góðu seinni hálfleikur. Hver þín upplifun af leiknum? Nei, hún svona kannski ekki alveg eins og þín en fyrri hálfleikur var mjög góður og við Árni átti 2 rosalegar vörslur sem hélt þeim inn í leiknum og áttum nokkur önnur svona þokkalegustu færi sem við klippum á en síðari hálfleikur úr því að staðan var bara 1-0 þá náttúrulega örlítill vindur í bakið og fyrir Skagamenn og þeir lyftu mikið af boltinu upp á okkar teig og þú veist, þrýsta okkur, það var Viktor að taka 2 á því og verja vel og til þess erum við með góða markmann. Við auðvitað áttum að fá vítaspyrnu upp á þess og komast stöðin tunnel þegar Vúki tekið niður og sé enga ástæði fyrir Vúk að vera að henda sér niður og reyna að fiska eitthvað þegar hann með opið mark fyrir fram að sig af 4-5 metrum þannig að það hefði getað breytt öllu en við sátum bara þá skiluðum varnarhlutur ofboðslega vel í síðari hálfleik og þurftum að hafa mikið fyrir því því að bæði Viktor og svo Vardit sem kom inn á stór og sterkir í loftinu og þeir eru duglegir að vinna seinni bolta en mínir menn þeir hentu sér fyrir allt, skölluðu allt í burtu og ef það fór eitthvað lengra þá var Viktor mættur. Einmitt. En svona uppleiki í fyrra hálfleik, nú ég pínu hissa að horfa á leikinn hvað þeir náðu mörgum fyrirgjöfum frá hægri og vinstri. Held að verið 15 stykki frá hægri og vinstri, svo 30 samanlagt og Skagamenn náðu ekkert að verjast þessu. Var það svona uppleiki fyrir leik? Nei, ég meina það kannski kom okkur aðeins á óvart að Skagamenn voru í 4 manna vörn. Þeir hafa verið í 5 manna hingað til og það gerði að verkum að þegar við vorum með bakverðin okkar hátt eða vingbakkan okkar hátt eins og við vildum að þá var mikið pláss fyrir það og við komum okkur í góða stöður þar og náðum að spila okkur mjög vel í gegn og búa til þessar stöður sem okkur langar að komast í. Okkur langar að komast í fyrirgjafir og fylla bóksið og þú veist, skapa skemmtilegan fótbolta og stundum hefnast, stundum ekki. Í dag hefnast það mjög vel, sérstaklega í fyrra hálfleik. Það voru 2 menn sem hefast áberandi góður í leiknum í dag. Það var hann Halli, kemur ferskur inn á og náttúrulega Freysi, hvað drengurinn getur hlaupið mikið er náttúrulega bara ótrúlegt. Hvernig metur við frammistöðu þessara 2 leikmanna? Algjörlega frábærlega. Freysi er bara kotnungur og er að spila núna sem 3. leikir eða 4. í byrjunarliðinu eftir að hafa svona verið aðeins eftir á í upphafi móts en hann er bara algjörlega frábær. Hann skorar fyrir okkur 2 mörk í þessum síðustu leikjum og leggja upp og hann kemur sér í 2 dauðafæri hér á skalla rétt yfir opið mark og skot sem hann hittir ekki almennilega en svo býr hann til alveg fullt sénsum fyrir hérna drenginn að passa boltan vel og hann er ótrúlega efnilegur og flottur leikmaður sem við erum bara glaðir að hafa í fram. Halli náttúrulega þekkjum við allir og hann er með mikið sjálfstraust núna og er klár í fótbolta og þeir eru með klára fótboltamenn í kringu sig, það hjálpar honum. Hann er með hraða í Vúk og svo erum við Sæmon og Freddin á miðsvæðinu og Freysa og við þorðum að spila, við þorðum að hafa boltan hérna á grasinu og halda úr niðri og þess vegna gátum við búið til fullt af góðum sóknum og sérstaklega í fyrra leik og þrýsta Skagamennum niður og komast í gegnum þéttan varnarborð þeirra. Einmitt. Hérna er ein svona pínu skondin spurning. Nú er ég það gamall að ég man vel eftir þér sem leikmanni og ég er ekki frá því ég sjáu smá svona ungan Rúnar í Símon. Er sammála því? Já, ég skaut fastan hann, bæði með hægri og vinstri og jú, hann Símon er ótrúlega flottur og alltaf bara með gríðarlega reynslu, allt sem hann er búinn að upplifa sem knattspyrnumaður er bara stórkostlegt og sem fáir hafa í CV-inu sínu þannig að hann bara stýrir liðinu, hefur tekið hér ásamt Kenny, Kyle, Fred svona smá stjórn á tempóan okkar, hvernig við lyftum því, hvernig við höldum boltan, hvernig við förum hratt fram og alla þessa hluti þannig að óbúslega gott að fá svona reynslu mikið mann inn í okkar lið og hann er sterkur í klefa, hann er sterkur á æfingasvæðinu og samt er hann svo óbúslega svona hlédrægur og rólegur að hann er hversmanns yndi og gott að hafa hann í kring. Herðu bara til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir kærlega.